Góðan daginn, velkomin að Skjánum. Við ætlum að byrja nýja þætti sem heitir Eldum íslenskt og í þessu þáttum ætlum við að kanna hvað Íslendingar vilja vita. Við ætlum að fara og skoða gamlar og góðar aðferðir við eldun á íslenskum mat. Við ætlum að hitta frábæra kokka, flotta bændur og við ætlum að gera þetta flott. Og í þáttinum í kvöld ætlum við að kanna kjötsúpu. Þetta það sem Íslendingar eru stoltastir af. Hafa allir sína skoðun hvernig kjötsúpa á að vera. Þess vegna langar mér að fara upp í sveit, vita hvernig bændur vilja þetta. Svo ætlum við að fara upp í skóla og sjá hvernig mummi, meistarakokkur sem kennir nemum á hverjum degi, hvernig hann vil gera þetta. Við ætlum aðeins að fræða þetta hvernig að úrbuna lambalæri og svo ætlum við að enda heima hjá mér og það ætlum við að gera svona skemmtilegt twist á réttin. En við byrjum í sveitinni á bænum Haukholtum í Hrunamannahreppi. En hér stundaður sauðfjárbúskapur. Við ætlum að spyrja hann Helga hvernig verður kjötið svona gott. Þetta byrjaði nú allt með fengitímanum, svona jólaleitið, svona frá 15. desember til 15. janúar. Þá eru bestu rútarnir valdir og fengir aðeins að sleppa lausum. Já, þá eru sérvaldir hrútar notaðir það og svo eru notaðir sæðingar líka til þess að ná svona meiri kynbótum fram í fénu. Þetta eru mikið fræði, það ekki nóg að sjá lambalærið í frystikistunni, það mikið... Nei, það eru miklar spekuleringar í sambandi við þetta og töluverð sérvirka á bak við það líka. Og svo þetta atburðarás búin að eiga sér stað, Þá næst svona rúningur og hann í svona mars, seinni rúningur og svo byrjar sauðburðurinn svona byrjun maí. Sauðburðurinn, það andöku nætur eins og að vera bara með unga börna? Já, ég hugsa að segja bara verra, sko. Það svona nánast vakt allan sólarhringinn, sko. Það fer eftir því, maður svona getur aðeins séð út hvort að það sé eitthvað líklegar eða ekki. Það þarf að hjálpa öllum með það? Ekki er það nú alveg, sko, en það þarf að hjálpa ótrúlega mikið. Svo náttúrulega eru litlu sæti lömbi komin í heiminn og eru farin að hlaupa viltum. Þá meiri svona eitthvað tíma að lokið. Þeir eru bara sleppt upp á fjöll að borða góða grassið eða hvað? Svona ekki alveg strax, sko. Maður byrjar á því að reyna að koma þessu á tún, svona fjögra daga gömlu, eitthvað svoleiðis reynir maður að vera komið með það út. Og svo þetta á túnum svona fram í miðjan júní, aðeins eftir því hvernig útgjörðin og svo þá þessu sleppt bara á útgjörðu og afréttu og þá þurfum við ekki að sjá það aftur fyrir haustið. Komið sæl, ég heiti Guðmundur og kennari í Hótel- og Matvælaskólanum. Í dag ætla ég að laga fyrir ykkur íslenska kjötsúpu og ég hérna með hráefni til þess. Það er sem sagt sagaður lambaframpartur, laukur, rófur, gulrætur. Svo ætla ég að setja hrísgrjón núna í súpuna. Síðan ég með þessa gömlu góðu klassísku súpujurtir, þurrkuðu. Svo ætla ég að setja smá grasslauk og steinselju. Nú, þegar maður með lambakjötið, þetta framparturinn og ég byrja á því að sem sagt, snyrta kjötið. Þá setja kjötið hérna bara í pottinn og núna setja ég kjötið bara yfir til suðu í köldu vatni. Ef ég með kíló kjötið þá það svona tæpir 2 lítrar af vatni og ég passa það með súpuna að fleyta hana vel í suðunni. Ég salta hana ekki strax vegna þess að salt dregur í sig sóra. Nú kjötið komið yfir til suðu og meðan ég að fá suðun upp þá ætla ég að skera grænmeti sem ég ætla að hafa í súpunni sjálfri og svo maður gefi með ég kýs að sjóða bara rófur og gulrætur sér eða það í stærri bitum og síðan ég með lauk, gulrætur og rófur ásamt súpujurtunum eins og ég taldi upp áðan. Ef maður ætlar að hafa kjötsúpu þá getur maður skorið niður grænmetið deginum áður og geymt það í ísköldu vatni bara inn í ísskáp. Nú suðan alveg að koma upp og alls ekki að bullsjóða þetta því að þá
Þá veltist sorinn bara niður í pottinn. Það er alltaf, graslaukur er alltaf góður. Allir eru farnir að rækta graslauk. Og maður saxar hann ekki eins og steinselju, heldur tekur hann. Þetta eru svona lítil rör og maður sker alltaf þvert á graslaukið. Og svo tek ég svona ferska steinselju, saxar hana smátt. Og þá erum við komin hérna með höfuðatriðin, söxuð, klár fyrir súpuna. Sko, mér finnst að góð íslensk kjötsúpa, hún eigi vera tær, þá ekki, ég nota aldrei grjón út hérna, hvorki hrísgrjón í hafragrjón, ég vil hafa tæra súpu. Það er að segja, ég nota súpujurtir og ég nota þetta grænmeti, en mér finnst skipta miklu hún sé tær, sko. Og ég svona fiturhreinsa kjötið alltaf og nota miklu frekar, sko, skanka og leggi, sko, heldur en rifjabit og þess áttar, sko, til að fá ekki mikla fitu með. En þetta er það sem að skiptir mig mest og hún sé tær og grænmeti sé ekki ofsoðið. Nú sjáum við að sorinn er að koma upp á yfirborðið og þá passa ég það að fá suðuna svona rólu upp og síðan fleyti ég hérna soranum ofan á. En súpan eða soðið verður að vera, síðan að fyrst í tæpan klukkutíma og síðan að svo með grænmetinu í rúman hálftíma og þegar ég er búinn að fleita allan sora af, allur sori farin úr kjötinu og kjötið farin að sjóða þá salta ég. Ég vil að íslensk kjötsúpa sé bara eins og Ilmur gerir hana, svo konan gerir hana. Ég veit ekki hvað leyndarmálið er, sko, nákvæmlega hjá henni, en hún er alltaf alveg ótrúlega góð hjá henni. En það er tómatkraftur og hérna mikill hvítlaukur og ferskar kryddjurtir og svo svona þegar súpan er tilbúin þá er það kóríander í hérna kóríander og þeyttur rjómi aðeins í hérna til að áður maður hérna smellir sér á hana. Það er alveg skotell. Nú er kjötið búið að sjóða í tæpa klukkustund og ég er búinn að salta það og nú ætla ég að setja grænmetið út í og súpujurtirnar, setja það líka og hrísgrjónin og síðan svo rólega núna í 40 mínútur og svo svona í lokin setja ég graslaukinn og steinseljuna. Nú er súpan tilbúin, ég er búinn að bæta aðeins út í hana steinselju og graslauk. Hún er búinn að sjóða nóg og þá er ekkert annað en að setja hana. Ég sauð kartöfluna sér og skrældi þær, setti þessu út í smá súpu bara. Og síðan að súpan, gefum hana sér. Fallegu grænmetin í. Kunna allir að úrbuna lambalæri. Ég er ekki viss það. Þess vegna ætlum við að kíkja til hans Óla og sjá hvort hann getur kennt okkur. Við ætlum að úrbuna lambalæri. Við ætlum að úrbeina það með því að taka öll beinin úr því. Við ætlum að ná innarlærinu sem er hér sérstakur góður vöðvi, búa til graflamb úr því, en það verður gerð steik úr því sem eftir er. Við byrjum að hefðbundin hátt, fara niður með rófubeininu, finna skilin á milli rófubeins og mjaðmabeins sem eru mjög greinileg. Við strjúkum niður með beininu og lítið verður eftir að kjöta á því. Mjaðmabeinið er næst. Hnífsodunum er stungin niður með mjaðmabeininu. Cirka 2 tommur í hvert skipti. Við eltum beinið. Látum beinið alveg stjórna hvað við gerum. Þetta gerum við cirka 3 sinnum. Hérna lendum við á mjaðmakúlinni. Hnífsodunum er stungið rólega undir hana og losið frá og haldið áfram niður úr. Í þriðju strókunni er losað alveg frá mjaðmakúlinni og sný upp á beinið leið og ég sker. Nú tökum við þéttingsfast við mjaðmabeinið.
Hér niðri er bein angi sem stendur út. Við förum í hnífinn rólega bak við það til þess að skerða kjötið sem minnst. Því næst hef ég við snyrtinguna. Þetta er endinn af slæginu sem liggur hér upp í lærið. Við snyrtum hér. Hér liggur fita sem við tökum í burtu. Þá komið að innra lærinu. Beinið í lærinu, það liggur hér niður í hnésskilina og beygir svo hérna niður í mjaðmakúluna. Við setjum hnífinn við mjaðmakúluna og við einfallega drögum hnífinn að liðnum upp undir skankakjötið og skerum út. Við tökum í vöðvan og hér hefur við farið akkurat niður á vöðvaskilin. Við drögum í vöðvan, hér er innanlæri komið. Hásinn fer, skerum niður með skankanum, leggja vegna, ágætt að taka á beininu og velta því örlítið og fikra sér síðan hægt og rólega niður. Notum aðeins fremsta hlutan á hnífnum meðan á þessu stendur, þessu velt fram og tilbaka þar til að beinið hefur losnað frá. Stykki sem eftir er hefur oft verið kölluð flat steak. Við viljum ekki fá of mikið af þessum fituklömpum. Þeir eru snyrtir. Við höldum áfram. Allt sem við viljum ekki borða tökum við frá. Hér er restin af lundinni. Tekið frá. Nú er þetta stykki tilbúið til kryddunar og eldunar. Þá erum við komin heim til mín og mér langaði að sýna ykkur svona skemmtilega leið að gera kjötsúpu. Og hérna er ég með lambaöxl, en þetta er rauninni bara framparturinn. Og það sem ég ætla að gera, ég ætla rauninni bara aðeins að úrbeina hann. Og það er hérna svona herðablað sem við þurfum að fara innundir. Svo við fylgjum bara rauninni herðablaðinu sem er svona hálf flatt. En hérna fylgjum við herðablaðinu og þegar við erum komið niður hérna, þá er liður hérna sem þarf að eiginlega bara skera aðeins inn í. Þá erum við búin að losa það, svo losum við aðeins inn undir það og hinum megin líka. Og svo er þá rauninni bara þetta að kippa í og þá er auðvelt að sjá hvað maður er að gera að fara undir það. En við viljum að geyma beinið, það gefur skemmtilegt bragð í kjötsúpuna. Og hérna eins og segja, erum við komið beinlausan vöðva sem við ætlum að nota sem svona skrautið í réttinu eða svona fínn í steikina. Það þarf ekki alltaf að vera fylli eða lundir. Þetta er svona safaríkur vöðvi sem er með ögna fitu sem gefur þetta bragðið sem við leitað. Að við skerum þennan vöðva aðeins svona til. Svona. Og setjum hann í svona poka. Því í pokum getur við sett krydd í pokan og eldað við vægan hita og það haldast öll kryddin inn í pokanum. Það er svona týndi ég hérna smá blóðberg. Bara aðeins svona merjum hvítlauk. Fer í pokan með ögn af ólífuolíu, ögn af salti. Það leyfum þess að liggja aðeins í kæli. Á meðan gerum við þessa gömlu góðu kjötsúpu sem má ekkert mikið vera að breyta. Við ætlum bara aðeins að krydda hana til en við ætlum að halda í hefðina. Og ég ætla að leyfa mér að setja beinið hérna í pottinn og það gefur smá bragð. Í kjötsúpu er mjög mikilvægt að vera með kjöt af framfart eða það sem að fitan er eiginlega að gefa þetta góða kjötsúpubragð sem allir eru vanir. En ef þú vilt ekki hafa fituna, þá bara fleytur aðeins af, það sakar ekki. Og sjóðum upp á. Ögna vatni. Þetta vatn ætlum við að hella af aftur. Þetta er rauninni til að súpan verið tær og falli hjá okkur. Þá setjum við bara smá vatnina til að skóla af alla svona blóðsafa og prótein og annað sem gæti verið í kjötinu. Þetta leyfum við bara aðeins að suðuna koma upp á og meðan byrjum við á grænmetinu. Í kjötsúpu þá verða að vera rófur og það verða að vera gulrætur. En svo er þetta að leika sér svolítið með annan grænmeti þegar þú sérstaklega þetta að gera svona nýmóðis kjötsúpu. Og ég ætla að rauninni að taka gulrætur. Gulræturnar, þær eru bara skornar frekar svona óreglulega. Við viljum svona að gefa svona smá landslag í súpuna með að þetta sé ekki allt í einhverju
flutum sneiðum að það hægt að leyfa sér smá landslag eins og í íslensku náttúrunni. Og svo það laukur, bara saxað, sneiðar. Nokkrar íslenskar kartöflur. Smá blaðlaukur. Já, og sellerí. Og ekki má gleyma rófunum. Þær eru aðalatriði. Það er leynivopn í kjötsúpu. Svo eru íslensku garðyrkjubændur alltaf svona svolítið nýjungarkjarnir. Margir eru farnir að rækta nýtt og skemmtileg grænmeti, eins og til dæmis gular rauðrófur. Eins og leys, gefur skemmtilegan lit. En þá er grænmeti komið í súpuna góðu. Og kíkjum á kjötið. Núna er suðan komin upp og sjáu öll þetta eggjahvítu efni sem er að koma út úr kjötinu. Þetta er eitthvað sem við viljum ekki hafa í kjötsúpunum okkar. Núna tökum við þetta og skiptum vatn, skólum þetta aðeins, verðum með hreint og fallegt kjöt. Kjötið aftur í súpuna. Þetta þurfum við að sjóða, bara sjóða svolítið vel. Við viljum allt kjötið verður meyrt og grænmetið verður mjúkt og fara að gefa þennan feeling, þessa íslensku kjötsúpu áferð. Við erum ekki með þessa þurrku súpujurtir sem margir er með og því endan ætla ég að setja ferskar kryddjurtir. Svo leyfum við svona aðeins að malla. Íslensku matur í mínum huga held ég að sé bara fyrst og fremst lambakjöt. Það er svona fyrsta sem ég dettur í huga ef ég ætti að segja ykkur frá íslensku mat, þá var það lambakjöt. Núna er kjötsúpan búin að malla, góðan hálftíma, klukktíma. Ég held að það skiptir henni engu máli, bara leyfa henni að vera nógu lengi. Sumir segja að hún sé best við þriðju upphitun. Það kemur alltaf meiri kraftur úr grænmetinu og kjötinu. En ég var búinn að lofa ykkur smá auka stíl á þetta. Og þess vegna ætla ég að ná í bitan sem ég var búinn að marinera. Þetta er eitthvað besti bitinn úr framreiknum. Og ég ætla núna bara þegar þetta súpan er ágætt, þá ætla ég að lauma þessu ofan í. Og svo ætla ég að lækka hitann. Ég ætla helst að leyfa þessu bara að dúlla sér núna bara 2-3 tíma. Helst við 60 gráður. Ef við munum það að miðlungssteikt kjöt er kringu 60, þá gerum við það verkum ef við leyfum þessu bita hérna, að malla hérna í 60 gráður, þá verður hann hálf móðsteiktur en samt bleikur. Og það er það sem er þessi nýju stíll sem við erum að leika okkur með. Svo ég ætla að leyfa þessu að malla hérna í pokanum. Og aðeins til að þykkja hana ætla ég að setja smá hrísgrjón. Við erum með kartöflur, en sumir vilja alltaf hafa hrísgrjón í kjötsúpu. Þess vegna er ég með dökk hrísgrjón og ég ætla bara að setja nokkuð grjón. Ég vill ekki hafa of mikið Svona. Núna kíkjum við bara á þetta eftir aðra 2-3 tíma. Jæja, núna er þetta búin að malla hérna í 2-3 tíma og það er ekki seinna vænt en maður bara aðeins að smakka. Hvort það er komið eitthvað bragð í þetta hjá okkur. Þetta er gamla kjötsúpubræðið. Þessi biti sem er búinn að vera hérna að leika sér. Það er bara að draga súpuna af, hún er sama sem klár. Þá ætla ég aðeins að fýra upp pönnuna og ég ætla aðeins að krispa hann. Það er smá lambafita hana. Og ég var búinn að loða ykkur ferskum kryddum í hann í stað súpujurtana. Svo ég er hérna með smá blóðberg, íslenskt, graslaukur. Það var að bitinn hérna. Hann er orðinn eldast í hvítlauknum og olíunni og hann er samt orðinn alveg múð eldaður Svo við hendum honum bara ná. En það sem ég þarf að losa mig við, það er þetta bein sem er búinn að vera að gefa kraft inn í súpuna. Það er ekki búinn að vera fyrir neinum, þannig að alveg búinn að vinna fyrir köpunni sinni. Núna erum við náttúrulega með kjötsúpuna með engum beinum að líka ef við getum borðað hana bara í bolla út í sveit. Við erum að gera aðeins annað núna, að við ætlum aðeins að snúa okkur að bita hana góða. Smá pipar. En þrátt fyrir að kjötið er búið að eldast lengi, þá er það bleikt. Og það við lækkuðum hitann í súpunni, það er búin að vera eldast á tiltölulega lágum hita. Engin fita, núna erum við aðeins bara að brúna þessa lambafitu. Það elska allir lambafituna sem voru ofan á hrygnum í gamla daga. Og það er þetta bragð sem við erum að leita af. Við þurfum ekki að brúna þetta meira en við viljum. Við erum aðalega bara að reyna að fá smá steikingarbragð. Svo
Ef við ekki bara færa þetta upp á disk. Og við erum náttúrulega ekki að borða þetta með miklu hnífapörum. Svo við ætlum að taka þetta í bita, en ég sé það. Ennþá bleikt og skemmtilegt. Allt grænmeti. Á smá liti, allir verða að fá gulrætur, allir verða að fá rófur. Og svo tökum við svona. Spari. Heyrðu, við erum komin með kjötsúpu. Grunninum er þetta gamla góða, aðeins smá auka stælar. Alíslenskt, verði ykkur góðu.